Tobbi og Henrietta blómstra í nýja starfinu sínu á Sótoreyju, en þau eru gamaldags og veit ekki af að mála þau. Jakob var alltaf mjög ókurteis við þau. Oj, hvaða óhreinu hlutir eru þetta, sagði hann. Loks misti Tobbi þolinmæðina. Jakob, sagði hann, akkur ertu rauður? Ég er glæsileg eimreið, svaraði Jakob. Til í allt, þú sérð mig aldrei drullu skítugan. Ó, sagði Tobbi sakleysislega, þess vegna þarf skóreimar til að koma þér af stað. Jakob sótroðnaði og hunskaðist burt. Hann móðgaðist alltaf þegar minnst var á að einu sinni hafði skóreim verið notuð til að gera við gat á gufuleiðslu í honum. Á endastöðinni losaði Jakob sig við vagnana og bjóst til að taka við næstu lest. Þetta var hægfara vörulest sem átti að stansa á hverri stöð til að losa sig við vagna og takað nýja. Jakobi dauðleittist þetta. Óhreinir vagnar af óhreinum hliðarsporum. Oj! Hann byrjaði með fáa vagna en smám saman fjölgaði þeim uns lestin var heillöng. Í fyrstu höguðu vagnarnir sér vel, en Jakob fór svo ógætilega með þá að þeir ákváðu að hefna sín á honum. Loks komust þeir efst upp á Gyrðisbrekku. Hér nema þungar vöruflutningalestir staðar til að setja bremsurnar á. Jakob hafði lent í óhappi með vöruvagna áður og hefði átt að muna eftir þessu. Bíddu, Jakob, bíddu, sagði lestastjórinn, en Jakob vildi ekki bíða. Hann var að hugsa það sem hann ætlaði að segja við Tobba þegar hann sæi hann. Þetta var tækifæri vöruvagnana. Húrra, húrra, hlógu þeir og ýttu á eftir honum niður brekkuna. Áfram, áfram, hrópuðu vagnarnir. Ég verð að stansa, stundi Jakob. Þau þutu í gegnum brautarstöðina og ógæfan beið. Eitthvað klístrað skvettist yfir Jakob allan. Hann hafði rekist utan í 2 tjöruvagna og var svartur frá Reykháf að stýrishúsi. Hann var ómeiddur en grútdrullugur og tjöruvagnarnir og nokkrir aðrir voru í molum. Tobbi og Pési voru sendir til aðstoðar og komu eins hratt og þeir gátu. Sjáðu, Pési, hrópaði Tobbi, hvaða óhreinir hlutur er þetta? Þetta er Jakob, sérðu það ekki? Það er í laginu eins og Jakob, sagði Tobbi, en Jakob er glæsileg rauð eimreið sem aldrei er óhrein. Jakob þóttist ekki heyra þetta. Tobbi og Pési drógu heilu vagnana burt og hjálpuðu Jakobi heim. Feiti eftirlitsmaðurinn tók á móti þeim. Vel af sér vikið, Tobbi og Pési. Hann sneri sér að Jakobi. Að láta vöruvagna gera sér þetta. Ég er hissa á þér. Það er ekki sjón að sjá þig. Það verður að þrífa þig undir eins. Og það verður að mála Tobba. Má þá ekki mála Henriettu í leiðinni? Spurði Tobbi. Auðvitað, Tobbi. Ó, þakka þér fyrir, herra, sú verður glöð. Jakob gat ekki annað en hort á Tobba hverfa hæstánægðan með fréttirnar.